Komið þið sæl, velkomin til leiks í aðra umferð á Íslandsmótinu í skák 2022 sem framferð í Árborg. Ég heiti Ingvar og með mér er Björn Karlsson. Komið þið sæl. Já, velkomin til leiks. Takk fyrir það. Ég ætlum að kíkja aðeins yfir gangmála í umferðinni, sjá svona hvað er búið að gera. Svo kannski byrja skákinni sem var á skjánum hérna Bragi móti Hjörvari. Þar kemur Bragi kannski svolítið óvart að strax í fyrsta leik. Hann hefur alveg verið að leika F4 svona á og til en er eiginlega D4 skákmaður. Ég sá til dæmis á Reykjavík Open nýja stöðnu. Það var hann að leika svolítið F4 á móti mönnum sem að voru kannski gjarnir á að tefla Sigurleifur og var þá í einhverju svona hliðarafliðum, Grand Prix til dæmis. Einhverju svona Gavin Jones systemum. Já. Já, hann er svona það verðist þetta að vera mjög vinsælt þessa dagana, svona Biskup B5 og eitthvað svona anti-Sicilian. Þannig að Hjörvar kom kannski meira ávart síðan og ég bara veit ekki til þess að hann hafi telt frakkan. Nei, ég held að hann hafa nú eitthvað að vera að leika sér í einu og eina styttri skákan kannski en ekki mikið held ég. Nei. Þannig að það er greinilega komið Bragi eitthvað ávart. Ég sá tíman hérna sem sagt við hliðina á nöfnunum, niðri og uppi. Þannig að Bragi tekur sér strax 5 mínútur hérna í að leika D4. Já. Það er greinilega komið honum í opna skjöldu. Væntanlega verið að svona ákveða mögulegt framhald. Já, bara ákveða afbrigði. Það gæti náttúrulega kannski með eitthvað systema sem hann byrjar að rudda F3, svona Steinitz. D5, E5 og svoleiðiskerfi. Já, ég byrjar að C3. Mér finnst það árið ótrúlega aðgengt á að ég sé að tefla svona. Já, En hann ákveður að leika D4 eftir 5 minúta hugsun. Hjörvar teflir hratt og við fáum hérna Advance Variation. Þetta er lítið orðið yfir Advance. Jú, ég var að hugsa það. Ég held ekki. Leitum eftir góðri tillögu fyrir íslenskun á Advance Variation. Þetta er allt saman þekkt hérna. Svartur setur press á D4, hvítur valdara, biskup D7 og hérna er kannski svona fyrsta valið. Hvítur getur leikið biskup E2, biskup D3. Já. Það þurfa reyndar líka. Þú hefur verið í biskup E2, ekki? Ég hef stundum telt þetta, með biskup E2 og telt á svona svipaðan hátt og Bragi í þessari skák. Já. Klassísk leið til að tefla þetta. Gauti Páll segir að Bragi leiki aðalega F4 á móti skunkum eins og honum. Já. Spurning hvort að Hjörvar ætti að taka það eitthvað til sín. Vá. Allavega hann leikur biskup E2 sem er svona traustasti leikurinn. Já. Þetta er E7, stuttrókun. Þetta er F5. Bragi leikir hérna, þetta er R3 sem er svona ekki algengast en alveg til. Já, þekktu myndi að fara með þetta þannig er á C2 og... Já, hann var að styrkja hérna við þetta D4P sem svartur pressar á mikið. Svo má alveg velta fyrir sér hvort að svartur ætti að drepa A3. Já. Myndið þú gera það svona sem reyndur frakkarnar? Nei, ég held ekki sko. Já. Ég held að svartur er eftir að sagna þess að svartur biskups. Já, Reyndar erum snöggir að ná pressu hérna. Hvernig lesum við það? Eftir drottning B6 til dæmis. Já, það virkar svolítið klunulegt ef hvítur þarf að fara að leika biskup E3 til dæmis. Já. Það er svo sem alveg hægt, dreipið og svona með eitthvað svona spil hérna. Já, kannski kostur og gallar við að gefa hann biskup. Já. Svartur biskup. Já, það er teltskákirinn það sem að hvítur leikur biskup E3. Þetta er alveg til að dreipa A3 sko. Já. Svartur þarf að passa ef hvíturinn er að valda D4P og jafnvel svo bara byrja að brátast fram að þá getur það svolítið veikleikar á svarturötunum í framtíðinni. Þannig að setur við D4 á flestir leikja drottning B6 og kannski ástæðan fyrir því að
að hann Hjörvar tók sér 17 myndir í þennan leik. Mhm. Hann er verið að spá í hvort hann ætti að velja. Já, einmitt. Nú kemur rittarinn á C2, Valdar og rittar A5 sem er algengasti leikurinn hérna. G4 hjá Braga, hann kostur að galla við hennan leik, hann náttúrulega hryggvar rittarinn í burtu og minga persónu hérna. En náttúrulega getur verið að veikja stöðuna líka. Já. Og svartu leikurinn á H5 Einmitt. sem er ekki rók. Þannig að mér sýnist nokkuð ljóst að svartur ætlar að langróka. Já, það er svo líklegt. Og þetta er staðan okkar. Já. Þannig að sjáum við á félagana í mynd. Það má kannski geta þess að á þessu móti sem er haldið á Selfossi þá erum við að notast við sömu tækni og áður. Við erum með skákirnar á DGT-borðum í beinni útsendingu og myndavélar á keppendum. En við erum hins vegar ekki með tæknimann á staðnum eins og við höfum alltaf haft. Ég hef séð þessi tæknimál svona síðustu árum fyrir skáksambandið og kannski eini gallinn sem fylgir þeirri vinnu er að það er mikil svona viðvera sem að fylgir þessu og það er svona að vakta þetta. Þannig að nú í fyrsta skipti þá erum við raunin að stjórna þessu svona úr fjarlægð. Við erum staddir hérna í faxafenninu og erum að stjórna útsendingunni í gegnum netið. Svona smá tilraun en virðist allavega að ganga ágætlega. Ekki þokkar að hengja til allavega. Já. F6 hjá Hjörvari. Já, reynir að brjóta upp miðborðið strax. Mér líst ágætt láta hjá Hjörvari sem frækast skákmaður. Þetta er svona svolítið svona, hvað maður að segja, svona varhugaverð staða fyrir Hvítanótt. Hún getur verið svolítið brothætt, sko. Já. Ég telti þetta svolítið sjálfur í gegnum tíðina og ef maður næri að leika leikjum eins og B3 og styrkja, þú veist, D4, F5 peðakeðuna með biskup B2 eða eitthvað svoleiðis. Leika kóng og G2 og laga það aðeins til og virkja síðan riddarann sem er á E1, kannski hoppar hann inn á D3 eða eitthvað svona og fær einhverja reyti, þá er maður oft í mjög fínum málum, sko. En ef svartur er bara undan að brjóta miðborðið og opna línur og svona, þá getur þetta verið svolítið erfið staða til að tefla, sko. Já. Hann er fljót allavega að hrynja ef maður gerir eitthvað mistök, sko. Já. Þannig að ég held að þetta geti alveg verið áhugaverð skák, sko. Kíkjum næst á Hilmi og Héðinn. Hilmi fyrir með hvitt. Og Hilmir með derjóna sína góðu. Já. Það er svona, hún finnst að hjálpa svona með einbeitingu. Einmitt. Blokkar út svona bara. Eins og margir svona ákveðin athyglisbrestur og þá er hann ekkert að láta trufla sig. Svona fólk að labba og eitthvað svoleiðis. Einmitt. Já, þetta er áhugavert hjá honum. Það heldur mjög góðan fókus á bara tappborðið. Já. Það sá aðeins hvernig þetta þróaðist þegar. Heldum þessu bara svona í mynd. Það var Sigurleifur líka. Og eins og svo oft áður þá fara fáir í opnu Sigurleifurina. Má kannski geta þess þarna að Héðinn teflir venjulega næturvarðið. Já. Og hér þarf kannski Héðinn aðeins að þurfti að gefa sér smá tíma í að passa sig á að láta ekki plata sig út í eitthvað eins og til dæmis á svartur leikur þetta er C6 núna sem er eðlilegur leikur. Já. Þá getur hvítur leikið D4 og þá getur svartur ekki lengur telt hefðbundið næturvarðið. Nei. Þannig að það má sér, ef ég leyfi mér að sletta transpósar hvítur yfir í eitthvað sem svartur vildi ekki. Akkurat. Já, eins og leikur G6 eitthvað slíkt. Einmitt. Héðinn leikur. Einhver heitir F6 sem heldur þess alveg opna. Ef D4 núna þá fáum við bara, Já, þá fáum við þá dreipar hann leikur A6 og við fáum bara nættorf. En Hilmi leik Gunnar 3. Og þá verður þetta svokallega loka Sigurleifur. Close Sicilian, já, nema hann leikur með D4. Já, hefði getað leikið D3 líka. Já. Þá erum við með hefðbundin eins og Kjartan frændi mig kallaði það lokaðan Sissa. Lokaði þessi, já. Já. Gauti sem eftir að valið svona riddara síður system líka gegn henni og gekk vel þó ég hafði því miður tapað góðri skák.
Já, og svo er bara eins og segir með Hilmi að sumir anstæðingar horfa mikið í augun á manni eitthvað svona Já, fínt að hafa derhúi. ég hef einu sinni mætt anstæðingi sem að starði í augun á mér í byrjun skákvarnar. Já. Mjög lengi. Erlendur skápmaður. Erlendur skákmaður, Já. stórmeistari á Hollandi, já, Hollandi. Já. Hefur telt í íslenska, Smíð þá. Íslandsmóti skákfélag, hann er yngri. Hann er yngri. Já, hann er ekki hollenskur. Já, hann er hollenskur. Bíddu nú við. Hefur dvalið í Kanada. Robin van Kampen. Já. Ok. Ég veit ekki alveg hvort hann var að gera þetta til að taka mig á taugum eða eitthvað. Svo þau fyndið eins og með Þröst, alltaf þegar þú ætlar að kíkja Þröst, þá hann nærði þér alltaf, Já. hann nærði mótið og þá svona hreypast maður alltaf hag. Það er ótrúlega hann nærði alltaf að mæta því sko. Það tekur þröll ekkert að nefnum, Nei. það er í sálfræði sko. Ok, þannig að þetta verður svona, já, dreki með G3 og hvít. Já. Þetta er allt saman þekkt, eiginlega þangað til hér sem að Hilmir leikur hérna sjálfgefan leik. 7-4. Hefur sést áður en ekki endilega í mjög mörgum skákum. Nei. Hann lékar sér frekar fljótt, var það ekki? Jú, hann er með hann 1-6 sekundum mína leik sko. Já, hann er væntanlega undirbúið. Hilmir er nú dálítið svona. Herðu, og mér sýnist þetta að Herbra hefði bara heppnast eiginlega fullkomlega, af því að hérna eyðir hér 24 mínútum. Í næsta leik, já. Já, og leikur þetta D7. Hilmir er dálítið lunginn í byrjunarundirbúningi. Já. Það er einmitt sko lykillinn oft á móti hérna að koma honum aðeins á óvart sko, því að hann vill vera svo vel undirbúinn, þannig að eins og þarna það er að miklu tíma bara því að hann þekkir ekki leikinn sko. Einmitt. Þannig að því leyti þá myndi ég segja þetta hafi heppnast bara út frá tímanum, en ok. A4 þetta er F5 dráningi frá B3 sem hlýtur þá að vera hugmyndin með þessu dráningaflani, hafa hann á B3 og mæta þá við getum reyndar ekki að leikja þessu strax, en þegar hann kemur að leika þá vantarlega þetta D5. Héðinn fyrir hérna í æfingar með riddarann og ætlar að hóla honum hérna niður á D4. Já, þetta er áhugavert að eyða svona mörgum leikjum í færa Héðinn og hinga sko. Já. Svo þetta sést það. En kannski hann stendur nú bara fínt þarna held ég. Og hér sýnir gagnleikurinn eina skák á milli Ruslan Kastanov og Andrei Kovalev. Já. Aldrei hirti mann Ruslan. Nei, ekki heldur. En Andrei Kovalev ruslaði hann upp greinlega. Já. Leik hann að B6. En hér leik E6 og svo B6. Þetta er alveg raukari tafnmennska í henni, kom eins og biskup á vantarlega B7. Og, já, dráning C7 og Hilmir að leik. Hér er komin í 29 mínútur, það er nú... Já, vá. Eftir 15 leiki, þannig hann aftur að lenda í einhverju tímareiki hérna. Já, líklegt. Hann er væntanlega að fara að tefla upp á einhverja svona nokkur konar brottkaltastöðu. Já. Getur maður ímyndið sér, hann er kannski ekki endilega að fara að leika A6, það er kannski ekki nauðsynlegt. Nei, mitt, hann kannski... hann leikur ekki á því, sérstaklega þegar hann er með hvítur rekna fyrir að leika A5. Og kannski óþarf að gefa hvítum færi á að leika riddari C4 á einhverjum tímamóti. En biskup B7 hróku D8 hróku C8 lítur að vera planið. Já, þetta virkar nokkuð þægilegt að svarta bara, veist mér. Svona, ótt að segja tímareiki á næsta leikir að vera nokkuð öðuldir eins og Björn segir, bara hér og hrókan á 90 staði, riddari A5 kannski, hólanum á C4. Ég minnir að... já, hvort það var ekki... hvað heitir hann áttur? Já, Dorfmann. Hann tala alltaf um svona riddi sem átpost fyrir riddara sko. Já, einmitt. Man ekki alveg... hérna... já, þetta er frændi söngkonunnar Ruslanu, já.
menn með þetta á hreinu. Já. Ég man ekki alveg, ég ætti nú að horfa á þetta aftur hjá honum, þetta er nú áhugavert. Það var með eitthvað vídeo þetta method, þá talaði mikið þetta. Já. Og það bara spurning hvernig Hilmir ætti að... Já, hvernig að þróa stöðuna þarna sáfram, einmitt. Já, ég ekki alveg viss hvernig að gera það, sko. Hvernig ætlir að koma þessi biskup út, tengja hróka. Það er fínt ef maður hoppa hérna. Það er bara hér og... Það 3 ára fín, já. Og tvöfaldar. Maður velti fyrir sér hvort að biskup D2 og biskup C3 getur verið hugmynd í einhverjum stöðum. En samt í þessum struktúr og í þessu afbrigði G3 á móti dreganum, þá vill hvítur oft leika C3 til að vanda ýmsar reiti, sko. Akkurat. Og biskupinn á C-num er ennþá eitt stórt spurningamarki framan. Já. Þannig að C3, riddari C4, biskup eitthvað, getur verið möguleiki. Já, ég var að tala Dorfmann einmitt, akkurat, það var rétt. Herru, já, við skulum hérna lega þeim að spá eitthvað í þessu og kíkja á Guðmundu Vigni. Hún teldi svona nokkuð furðulega byrjunin. Það voru báðir að svona krúta yfir sig. G6 hérna hjá Vigni, hann vil greinilega ekki fara í svona einhvern hefðbundinn Katalan. Nei. Sem ég er hissa á því að hann teldi nú fína skák til dæmis við hann Tíbó í deildakeppninni. Já. Mjög traust afbrigði í Katalan sem að... Já, ég myndi undirbjóð mig fyrir einu skákan í deildakeppninni í Noregi og þetta er bara mjög gott afbrigði. Þannig að hissa hann tefnilega það bara ekki. Hann fer í svona... Þessa uppstillingu með G6 þetta er E7 sem er átt séð menn tefnilega svona Helgi Ásvöðuríkt en þetta er svona... Já. Þetta er svona smá sull. Þetta er smá sull, sko, já. Ég var að mynda að rifja upp með þér áðan, en ég hef telt svona sjálfur á móti Guðmundi. Já, ok. Já, þú með svörtu þá? Með svörtu, já. Íslandið skákfélag og þar bara sýndi Guðmundur vald sitt. Sýndi bara hverju pappinn? Já, skulum bara orða það þannig. Það teldi mér að finna skák og ég var svona upplifað í þeirri skák að vera frekar planlaus. Ok. Leikir svarts kom alltaf eðlilega, riddarinn fer á C6 og maður leikur stundum A5, B6 og biskupinn fer á B7, A6, hrókar. En hvað svo? Það er erfitt að finna peðagegnabrót til þess að tefla upp eitthvað. Hér birtast 3 skákir í Garnagrunni og það er í öllum skákunum skákmenn sem hafa telt í íslensku deildakeppninni. Já. Jón Ludvig Hammer er með eina skák, vinnur á hvítt, Kaito Kulovac sem er svart einu skák, vinnur á svart. Og svo var það Arnar Gunnarsson með hvítt á móti Evgeni Miroshnichenko. Og þeir leika allir samanleik og Guðmundur, riddari 1 og 2. Og allar skákinnar fóru svona líka, stöðdrógun. Og hér eru reynda búin að, svo ég nota nú sama ára þú, Transposa. Já. Við erum komin með fleiri skákir og þar hefur einn leikið samanleik og Vigni-leik sem er A5. Ýmsir leikir þetta er B6, þetta er D7, B6, en A5 já. Mín vitneskja í þessu afbrigði, þessum struktúr er kannski ekki mjög djúp, en ég held að sé svona eitt af aðalatriðunum að það er ekki gott fyrir hvítan að drepa D5, það myndi hjálpa svörtum, bara einfallega opna skálinu biskupsins og styrkja miðborðið á eftir. Og að samaskapi er oftast ekkert spes fyrir svartan að drepa C4. Nei. Akkurat í þessum struktúr, því að hann er ekki alveg eins tilbúinn að kannski að valda peða á C4 eða leika C5 eins og í mörgum. Já, leikum þetta bara hér og drepum þetta. Já, biskupinn á G2 alveg frábær. Já, þetta er eiginlega akkurat svona, ég segjum hann drepi bara strax hérna, til dæmis. Já. Enga skákir. Þetta er svona þægilega struktúr fyrir hvítan. Ég held það sko. Stoppar hérna E5 og svartur teflir ekki aktiv sko, þá hvítur eiginlega að stoppa bara C5 og E5 og með svona mjög þægilega stöðu. Já, og í þessum Katalan struktúr þá er alltaf svartur döðdæmdur ef að biskupinn grefst lifandi á C8 sko. Já, það er alveg akkurat.
Verður svona góður Katalan-biskup. En ok, það tefnist áfram B3 A4. Nú hóttum við að drepa B3, þannig að hann stoppar í línuna hérna með biskup A3. Og það stillir upp í smá trikk ef við skildum nú opna þessa línu hérna og ekki passa okkur, þá er hún í A8. En Vignir heldur línun opinni bara. Nei, lokari vildi ég sagt hafa. Þetta er B7-3 og dreipur hún á C4. Sækir að þessu peði. Já. Býður hvítur með að dreipa á A4 og hvítur. Já, þetta er góður kastbatt, segir Rauksjökuskýrið. Sammála því. Já, ef þetta er drepur á Dreipur á A4, já. A4, já. Kom mér pínlítið óvart. Hann skildi fara út í, en þetta típisku gummi að fara út í, að láta ekki svona boð stoppa sig sko. Já, ég held samt að hann eigi að forðast flækjur á móti Vignir sko. Ég held að í dag sé Vignir svona, hann er ekki að fara að láta útreikna sig í flækjum sko. Býttu nú við, er þetta ekki hérna dreipa á C4? Jú. Og dreipa á B5 og svo dreipa á A3. Þetta er hann á B7. Já. Og Guðmundur peði yfir. Guðmundur peði yfir. Og með kontról á þessum A8 reit sem er mikilvægt, en kannski getum við leikið. Þetta er nú eitthvað betra að hvita hann. Hlýtur á betra að hvita sko. Það er bara spurning. C5 kannski? Já, C5 var það fyrsta sem ég datt í hug sko. Kannski. En í samanskapi. Kannski hótar einhver svakalegu sko eftir Róku D til dæmis. Nei, ég meina þú veist hvítur er alveg sáttur hérna sko. Já, ekkert bara ekstra peð og ok, það sé ekki eitthvað svona. Já, reyndar. Óni á. Gleymdi ykkur? Óni í þessu hérna, já. Óni í þessu, já. En. Já, það er ekkert gott að dreipa á D4. Nei. Þannig að kannski sé ég ekkert sérstakur. En hvað þá? Hvernig var svartur ykkur að bætur fyrir peðin? Já, það. Striddar á einhver góða reyti einhvern veginn. Og ég held að svona sko sé bara lélegt af því að það voru bara með eitthvað skítastruktúr sko. Já, einmitt. Riddar eru bara ótrúlega glæður, veikt peð og já, Róku C bara. annað veikt peð hérna. Þannig að sýnist þessar flækjur hafi endað Guðmundi í hag bara. Nema að finna eitthvað stætt framhald hér. Sko, ef svartur gerir ekkert þá hvítur væntanlega bara fyrir leikar Róku C, tróð C, það hlýtur að vera. Þannig ég er að velta fyrir mér hvort að Vignir ætti að tefla upp á einhverju svona virkni með datt yfir drottning B8 til að halda einhverjum eða fá einhverja línur, en kannski getur hvítur bara leikið það svona Róku B1 sko. Akkurat. Það er erfitt af því að hann er aldrei að tvöfalda hérna sko, þá hann er hann einhvern veginn. Þess vegna er svona lélegur Benko fyrir svartur. Já, þó að ná þessu peði sko, þá er hann samt með hans verra, bara út á þessu peði sko. Já, sammála því. Þannig að mér líst eiginlega ekkert á þetta hauti. Svo klára að skoða alla skákinnar, Þröstur og Alexander Maj. Já, fyrir bara hratt yfir sögu, þetta er einhver Ítali. Fyrir eitthvað rólegt afbrigði. Já. Á fyrir H6, stoppa báðir leppurina. Sko, B3 er kannski ekkert mjög algengur í þessu. Nei. Já, þetta var kannski ennþá svona frekar. Riddari B-D2 gríðlegt magskáka, biskup B3 og svona. Það vil kannski bara svona aðeins breyta út á ruglastrákina, það sé ekki einhverjum undirbúningi. Já. Já, þetta er svona frekar í rólur í kantunum ennþá, þessi skák. Já. Svartur með mjög trausta stöðu og ekkert ljós hvar hvítur ætlar að sækja fram. Svo er það Hannes og Símon. Já. Býttu nú við.
hér eru komnir, en samt bara 23 leikir, og þetta, já þetta var hérna, Semitaras, hverjum riddara. Sko, Vignir teldi á svipaðan hátt. Já, móti hérna, þá hérna. Já, var þetta riddari eftir ekki komin? Nei, hann riddari eftir ekki komin, hann leikar hróku B hérna hér. Já, sem reyndar tótið sniðut aflið. Já. Þó að hérna ekki fengið kannski frábær stöðu ekki. Ekki rétt að mér að fyrst sér að eitthvað betur sér? Vindur móti, eða öfugt? Hann teldi með Fyrstu á móti Sparski? Móti Sparski. Og líka Sparski hróku B, getið það verið? Ég er ekki Skægt að segja. En fyrst ég leik alltaf að snemma B5 í þeirri skák sem Já, rétt. Það var Já. Það var hrókur vantanlega ekki B-num. En þetta hefur nú En þetta er allt telst, þekkt segi. Já, telst mikið upp á síðkastið. Já. Sem menn eru mikið að tefla með sortu upp á jafntefli. Eða traustastöðu. Langa algengast að leika hérna Biskup 7-4. Og mjög margar sögufræði skákir í þessu. Já. Og til dæmis Bólgæfski tal. Bólgæfski tal og svo skákinn sem að nafni minn Þorfinnsson teldi hérna. Já, það sem að þekkti ekki skákinn Bólgæfski tal og tapaði nákvæmlega eins. Nákvæmlega eins, já. Það verður kynvera. Ég mitt. Þú þurfið sem bræðst í þetta. Ég mitt. Ég látis. Þurfti bara að rifja upp gamla skákina. Já, svo er flott skák hjá, það var ekki hérna Friðrik á móti Úlmann, þar sem hann veltælt skák, þess að hann nýtir hérna DP-ið. Einmitt. Það er oft svona þema í þess að nýta þetta DP-ið. Það var mjög margar flottar sóknarskákir á hvítt í þessu ábriði. En í dag, þá eru menn, sko í einnig gamla daga þá voru menn að hafa riddarann á C6. Ef ég maður rétt. Já. En í dag eru menn oftast að hafa riddarann á D7 og biskupinn á B7. Það er að leika B6 og biskup B7. Já. Og bara segja bara að sé með tröstastöðu og... Já, bíða bara rólegir. Já. Ég held að það sé alveg þekkt að það er erfitt fyrir hvítarinn að fá eitthvað mikið út af því. Vignir hefur verið tefla. Já, en sem sagt Hannes leik hróku D1 sem er ekki alvegast. Já, akkurat. Þá voru að tala um móti biskup C4. Móti biskup C4, já. Þá voru að riddar D7, B6. Hróku D1 og þá leik Símon biskup D7 sem er ekki með margar skákir á bak við sig. Hannes leik biskup D3, biskup A4. Vill fá hann af D-línunni. Fer svo á C6. Þá minnkar svona hættan á hvítur íti D5. Já, ég held reyndar að þetta hafi allt verið byggt á miklu miskilningi hjá Símoni. Sko. Þetta er D7. Þá kemur D5 hjá Hannesi. Já, mér sýndist þetta að vera góð leikur hjá hann, ég var að skoða það. Það drepa tvisvar eru bara að drepa H7 eða hvernig? Já. Ef við skoðum það eins, við sjáum E-drepur. Já, hann leikir þetta C5. Já. Þannig að það er drepið. Biskup drepur. Já, náttúrulega fyrir eitthvað að hinga, þá drepið bara B7. Já, ég held að það sé alveg. Og biskup drepur H7. Já, eitthvað annað. Nei, biskup F5, nei. Hérna. Og við drefum á D5. Og þá held ég að það sé bara tvöföld hótun. Já. Í rauninni er kannski hrókur D1 sko stærsta hótunin. Er það ekki? Jú, að því við hótum segjum að leiki ætla að verja peðið. Já. Setjum við riddara og hann getur ekkert farið að hans að leyfa skákina. Drottningi fellur, G6 er ekki skáki hér. Ég held nefnilega í staðinn fyrir hrókur D1 þá væri drottning H5 sko og fljótur á þér með því sko. Já, því að við stoppa máti hér. Þetta þekkja menn úr grísku gjöfunni að riddarinn á F6, riddarinn á D7 getur komið til bjargar. Já. Þannig ég held að ef þetta hefði farið svona eftir drottningdrep D5 þá hefði Símon væntanlega bara þurft að setja sig við að tapa peði með riddar F6 eða eitthvað svoleiðis og tapa þessu stöðu. Sem er þetta bara sennilega ekki það skemmtilegasta sem ég geti ímyndað mér að gera á móti Hannesi. Nei, ekki bara eitthvað svona skák og drepið hérna. Já. Það er kannski vest í þess að hvítur er svo virkur. Já, hvítur er mjög virkur og svo bara
bara löng kvöldstund af þjáningu á móti Já. Hannesi. Ok, þannig að hann lék eftir D5 leikar hérna riddari C5 Já, en flækjurna þar virðast ekki ganga upp þar sem við fáum að drepa á B7 og svo kemur einfallega riddari D4 já, og við stoppum þetta ekki svo glatt því að riddari E5 þá bara hreykja hann í burtu þannig að riddari C5 tóku B5 já. og hefur ekki tíma til að drepa á þetta á tvöföldun. Ég er að velta fyrir mig hvort hann hefði bara einfallega mista af Hróku B5, bara haldið að hann verið að vinna peðið mögulega tilbaka eða sem sagt að hann var Já. þvingað að hann er út í að leika riddari C6 og taka A7 sem er kannski fjara út í jafntefli eða. Já, því hér getur hann drepið með hrók Já, kannski redda sig sko. já, Ef þessi er skemmtilegur þá tapar hann sem skipta mér sko. Svona, drepur á B8 svo getur hann B8 og nú þarf hann að já, hann getur eiginlega ekki drepið þetta sko. Það er út að máti borðið sko. akkurat. Sá með að hann drepur svona þá ég hafði spurning hvort að hróku D fyrst sé leikur líka hróku D getur leikur líka en þetta ætti að nægja og riddarinn kemst ekkert Já, þannig að hann verður loft út hérna leikur G6 já, hann leikur bara hróku D og þetta er búið já, Símon bara búinn hann að bara gefa. gefið þetta sko. Já, Sjá að það getur ekki ennþá drepið þá tvöföldu við, vinnur mannin og riddar eitthvað annað þá já, það er ýmislegt í boði til dæmis hróku D sem bara hér eða eitthvað bara hróku D til að stoppa riddar E7 og D6 og svo Já. kemur bara þessi inn Hróku D7 er mjög mantaði leikur. já, Þroskaði leikur. já, þróskalegur Já. þannig já, hann hefur bara kikið yfir allt Og einnig skák. flokið Þá ætla ég svona úr fjarska að staðfesta þau úrslit. Og nútíma tæknin er ótrúleg sko. ótrúleg sjáum hérna á vefmyndavélinni að þá svo setjum við rétt að stöðu upp líka ég er eiginlega sammála Gauta að maður verður eiginlega að tefla flóknar á móti Hannesi til að lega sig sko. Já, það er svona. það var alltaf einhverjum svona stöðulega tilfæstur að halda það fast sko. Já. það hendur honum bara á veg Já, ég held að Hannes geti telt sko. Hannes geti að telt þessa skák í rauninni bara með puttunum sko. Já. Í rauninni á þessa. það var reyna bara nema svona rétt svo Símon er mjög sterkur skákmaður sem hefur sýnt mjög góða spretti á síðustu árum. já, Kannski ákveðið reynsluleysi þarna sem kemur í ljós. Það er náttúrulega svolítið hart prógram að vera hann í landsflokki. já, hann er ekki fyrsti maður sem tapar fyrir Hannesi og sínir fyrsta Íslandsmóti Nei, mitt. Nú er spurning hvað Hannes gerir þangað til að hópbifreiðin fer aftur til Reykjavík. já, ég maður verið að finna sér eitthvað til döndurs Hannes þá bara skella sér göngutúrum, já, sveiti Selfoss, nákvæmnis. já svo skýr ég það þá eru þeir nokkri sem eru í raun samferða fram og tilbaka eða hvað? Já, þeir eru sem sagt með ámákast nefna það að Suzuki styrti já, mótshaldið og lánaði bifreiði fyrir keppni til að komast á milli staða. Það er náttúrulega fyrir þá sem er ekki á bíl, kannski smá hausverkur að koma sér á milli. já, Þannig að menn eru að sameinast bílferðarna nokkur. Og það eru auðvitað einhverjir keppendur sem er ekki með bílpróf líka, sem gerir þetta dálítið erfitt. já Gauti sér að Símon sér líka í lokaprófi í háskóla þannig að þetta er ekki auðvitað prógram hjá honum Nei, hljómar ekki auðvelt sko. nei, Hljómar nú ekki eins og hérna, spennandi viðfangsefni að þurfa að undirbúa sig fyrir próf og að vera með svartan undan Hannesi. já já hér var leikina F6 þá kom riddari D4 hjá Braga riddari G6 einhver pressuna á E5
og Bragi býr upp á kaup hérna. Býr upp í smá dans, það er hún í P og B2. Já. Spurning hvort að það sé eitrað eins og svo ofta áður. Já, ég held að hvítur allavega það tapar einhver liði. Getur alltaf byrju nú við, ég ætla að fara að vinna hérna en það er streppátur á B7 en þá kemur allt í einu að sjá okkur. Það er óþægilegt. Óþægilegt að hafa þessa hálínu opna. Já. Ok, þetta er nú Býjum hægir. Já, býjum hægir. Kannski varhugavert. Getur hann byrjað á biskup D2 breyta það? Byrjað á biskup D2. Já, þá hótar hann öllu illu. Hótar náttúrulega fyrst og fremst að taka á A5. Og ef við segjum riddari C4 Langar að prófa biskup A4? Já, áhugavert. Ástæðan. Áhugavert. Já. Það er enda getið komið upp eitt fyndið þema hérna, segjum biskup er bara A5. Drottning drepur C2. Já, þegið. Þetta er óvægt. Þetta er skemmtilegt maður. Nú valdar í gegn svona. Já, maður sér þetta þeim ekki ótt. En Það er svona biskupin sópar undan hérna. já, Undan valdið. en eftir biskup drepur C2 skal ég ekki alveg segja sko. Getur þetta sé annað mér fyndið þema hérna. Eftir drottning D2 þá er biskup E4 möguleiki. Hvort hann er góður veit ég ekki alveg. Nei. En mátóttin á Þetta er svona óvanaleg taktík. Við erum peðir. Já. Við leikum bara hér og segjum hann stoppi, móti. Já. Það er að kaup. Hvítur ekki bara að vinna að peða tilbaka. Eitthvað svona, við stoppum mér þessi B1-réttin. Þannig að ég er ekki bara svartur sæli peðir. Spurning hvort þú hvítur hafa einhverja bætur eftir biskup E5 skák og hrókur C1 eitthvað svoleiðis. Já, jú, reyndar. Það er svona. Það er kannski að leika kongur D8 sem er klaufalegt en geta alveg gengi. Já. Það er svona óvanalegt taktík sem að Ég hugsa að hér var notið tíman hérna sko. Maður svo hvað er þetta? Ég ætla að endurreisa hérna. Það þegar við byrjar að hræri í þessu. Fá bara upp tíman. 40 hjá Braga móti 33 hjá Hjörvari. En hann hlýtur pottþétt að vera að skoða droppið á B2. Já, lítur það. Af því að það gengur upp, þá er hann alltaf komin með mjögulega fórsendur bara á vinnarskangina. Sýnist hann ekki að þetta er við. Biskup B5, tefnir þetta bara stöðulega. Ok. Já, biskup B5 náttúrulega eðlilegur leikur í frönsku vörninni ná uppskutum á hvítritabiskupnum. Já, hann er eiginlega að þyngra þau út af hrófnum hérna bakvið. Já, mér sýnist svartur bara standi nokkuð vel. Já, ég held að. Kannski líka spurning hvort að Hjörvar hafi lagt skákina upp þannig að hann myndi reyna að halda þessu svona í einhverju stöðubaráttu frekar en að fara út í einhverja mikla dýnamík og flækjur sem kannski Bragi nýtur sín oft vel í þenni stöðutífum. Já. En það getur allt gerst hér ennþá. Ég ætla að fara að yfirgefa sviðið. Já. Ég þökka þér fyrir veitta aðstoð. Já, takk fyrir sömuleiðis. Já, ég held ég kíki þá hérna yfir á Himnifrey og Héðinn. Þar lék Hilmir eftir drottning C7 og leikan drottning A3. Setur pressu hérna á D6-peðið.
hrókur D8 og biskupur D2. Það sýnir svona nættilega að leika hérna biskupur C3 eins og Björn stakk upp á það og biskupur B7 hjá Kenny. Samanspjón? Já, hann að leggja ekki beinast við að leggja eitthvað svona og reyna svo að fjölfalda hrókana á D-línunni. Held ég að við komum með nýrið í skákana. Nú fara allir að ertu búin að fjölfalda hrókana á best að fjölfalda á E-línunni. Já. Einhver að, nei. Já. Hilmir á leik. Hér er leikarna biskupur B7. Með öfugu munngrímuna sinna sem notuð líka. Skrítið. Það er kannski eitthvað til að með þessu svipa á derhón hjá Hilmi. Herru, já, sjáum Guðmund og Vigni. Okkur leist ekkert alltaf vel á þetta fyrir hönd Vignis. Það er eitt á hann, við skulum kíkja á það. Hver er leikmaðurinn? Hann lék Series 5 og ákvað hrókuratíð, já. Skilur eftir núna í A2 en þá tökum við náttúrulega C5 og fáum valda P þar. Þannig að hann drap hérna á D4, riddaradreipur og enn megum við ekki drepa þar sem þá kemur riddari C6, setur á drókninguna. Og riddari D5 var fyrir valinu, já. En mér sýnist að fá bara gæti fengið mjög áhugavert endatöfl sem ég lærði mikið á sínu tíma þegar ég stúderaði tapskokk á móti Stelios Alkias. Og það myndi koma eftir eitthvað svona sem að dreipi hérna og bara hér. Og svartur eiginlega á ekkert við vinnum þetta peð alltaf hérna, það færi þetta A-peð og við tökum þetta. Kannski svona einhvern veginn bara, koma hrókunum út. Þetta er mjög áhugavert sem sagt, segjum að koma eitthvað svona og skilum við bara hrókum. Segjum að skilum við bara einu bara hrókum. Þessu kannski að lotta út fyrir svartan fyrst, nú kannski viljámark. Já, eða bara biskup F6 eða eitthvað, svona og svona. Ég ætla ekki að segja þetta sé unnið á hvítan en hvítur á mjög svona mentaplan í svona stöðum. Mjög mentaplan sem er að íta peðinum áfram. Við skulum bara tefna þetta svona mjög passivt á svartan og leyfa hvítum að gera allt sem það vill. Sem að það bara svona halda sér fast. Eitthvað svona. Og hvítum myndi koma með kóngin svona að hafa eitthvað skjól. Og planið er, skulum við fá hérna riddarinn á D5 bara. Segjum að svartur gerir ekki neitt. Segjum bara pass hérna. Nú, þá kemur ekki riddarinn á D5. Ok, hérna. Hérna. Svona. Eitthvað svona. Við erum náttúrulega að tefla mjög passandi svartan. En planið á hvítum er að koma riddar á F6. Og við komum yfirleitt á endanum getum við ítt þessu þannig að hrókurinn kemst inn á 7. Kóngurinn kannski komin eitthvað tinga. Segjum eitthvað svona. Skák, drepið. Þetta er mjög erfitt að tefla á svartan. Af því að við getum komið kóngnum svolítið upp og við eigum alltaf E6 í lokin. Þetta er svona basic plan og þetta er þekkt úr skákum milli Van Veli og Sírov. Og þessi skák og þetta plan er í frábæri bók eftir hann ensku stórmeistari sem býr í Frakklandi. Linda Dottum er nafnið á hann núna.
fjólubláð bók sem heitir svona Practical Chess and Games, eitthvað svoleiðis. Frábær bók, þar sem hann fer yfir svona stöðu týpur, til dæmis riddara 4, peða móti biskup og svona alls konar plön. Já, hann kom núna helviti langt út fyrir skákina, en þetta endurtafl allavega 4 móti 3 og riddara móti biskup getur verið mjög erfitt. Kíkjum aftur á þessa skáka eftir. Ok, hérna Þröstur nú eitthvað að láta hlutina gera sig það. Eftir G6 þá fer hann á stað með H4. Kóngur G7, H5. Þetta yfirleitt svona gagnlegt af því að kaupin á G6 eru hvítum as í hag. Við sáum til dæmis svarta leitar á G7, hann leikar þetta hróku D, en ef við sjáum bara gæti þetta, nei, hann getur ekki til með þetta. Það sem er búið að gerast að svartu peðin hafa slitnað aðeins í sundur, hann er komið 2 peðaeyjur, þannig að öll hvítu peðin eru í sama klasanum, ein peðaeyja. Þannig að það verða svona meiri veikleikar, hvítur er ennþá lofta út, svartur gerir ekkert með hálínuna og svartur getur ekki treytt þessi peð og þau eru svona aðeins veikari fyrir vikið og veikari reytir í kring. Þannig að peðastann eru svona bara aðeins betri. Það er svona H4 og H5 pot, kannski lítur ekki út fyrir að gera mikið en það er svona lúmst getur safnað saman. En þröstuleikina hrókur D1. Spurning hvað, já hann er kannski bara að reyna að losa hennar riddara, valdi þetta DP, heldur ennþá svona ákveðin spennu í stöðunni. Samt spurning hvernig hann ætlar að bæta stöðuna. Það getur verið að spáði líka bara að drepa á F5 og við þá vera tilbúin á D-línunni. Tilbúin á D-línunni, svartur með riddara, það getur komið riddari D4, skáka F5 liggur í loftinu. Þannig að þetta ekki eitthvað svona aðeins þægilega hvítum. Já, Bradley segir það svona, segir svona +1 ish. Við erum sammála því. Já, Guðmundur drap hann á D5. Það er biskup og það er kaup og hann getur auðvitað líka að valda þetta A-peðin, þetta er nú skamt hrókur D2, hrókur A8. Ég held að við viljum ekki hleypa svörtum í tvöfalt hérna hrókstandtafl. Ég held að svartur að leika vill drepa. Nei, ég er ekki að tala Greatest Stand Game eftir, ég geti eins, já ég man núna, hann heitir Glenn Fleer. Hann heitir Glenn Fleer. Man ekki alveg hvað bókin heitir, það er eitthvað svona Practical End Game, ég man ekki alveg. Mjög góð bók. Ef ég þyrfti að velja 10 bækur sem, ef ég mætti bara 10 bækur, þá væri þessi bók pottþétt ein af þeim. Það væri sú bók, líklega Secrets of Modern Chess Strategy, bókin hans Jonathan Hawkins, Amateur to IM. Já, allavega þessar 3 væri á top 10 hjá mér. Riddari C6. Já, Gummi er mjög góður í svona stöðum. Ég veit ekki hvort hann þekkir þetta akkurat þessu stöðutípu og þetta plan. Minnir ég hafi tekið þetta fyrir einu tíma 25 myggt fyrir langan löngu. Það nefnir fylgjast með sko, það var aldrei að vita. Herja, við erum bara að fylgjast með 4 skákum. Ég hef allt í einu mestan áhuga á þessum að því ég er svona gaman af svona endatöflum. En Hilmir og Héðinn, kíkjum aftur á það.
Hilmi Lék biskup C3. Og býður upp á kauparna á Svarthöfða biskupum. Já, sérstakur þessi riddari á E3. Samt gerir sitt gagn. Hjálpar að stoppa D5 og kannski minnkar vægi þess að svartur nái að koma riddari á C4. Þannig þetta plani að hvítum sé að skipta upp bara og fara í nýrið mitt og fjölfalda á deluninni. Vandamáli reyndar að svartur er svo sem ekkert inn í vandræðum, bara ef við tökum dæmi að vilja halda sér fast, eitthvað svona. Hvað er hvítur að gera næst? Það er nú það. Getur kannski farið svona svipað á þröstur í eitthvað svona pott hérna. En já, hvernig ætli þessi stað sé bara hér, já, biskup C3. Líklega eitthvað aðeins betra hvítan en svartur er auðvitað með mjög trausta stöðu. Það breytti veikleiki og það er ekki Rússarnir sem segja alltaf þau eru tvo veikleika. The principle of two weaknesses. Þannig að það er ekki nóg að hólköllulega á DP, það þarf eitthvað meira. Þess vegna séum að voða oft einmitt í svona stöðum þar sem að þessi einmynda færi svona eins og varum að skoða, 200 mynda allt. Það þurfum ykkur að búa til einhverja veikleika eða eitthvað til að svona leika okkur að og kannski H4 geti verið einlega til að reyna að búa eitthvað svoleiðis til. Ekki það að það sé eitthvað að ganga, en það er allavega hugmynd. Þannig að hérna hugsa í þessari stöðu og við færum okkur aftur yfir Brá Hjörvar. Þar hafa orðið kaup eftir biskup B5 hjá Hjörvari. Það var drepið á B5 með skák, drepið tilbaka, eitur ber F6, getur ber F6, hrókur reyn, setur á þetta P hérna og kongur D7. Og mjög oft í frakkanum sem þessi kongur er bara nokkuð sáttur með líf og tilveruna á þessum D7 reit. Nú geti hvítur svona semi-þinga fram kaup kannski með drottning E2. Setur á E6, við gætum reynda að valda það en og spurning hvort það sé eitthvað aðeins shaky Stevens. Gæti í kjölfari komið hrókur C1 og svo riddar eitthvað og þá fyrir við að hotta komin hér. Þannig að drottning E2 þá kannski bara fyrir við kaupin. Já, ég skal ekki segja það. Maður er náttúrulega hlutdrægur sem frakkaskákmaður og ég myndi vel frekar vilja hafa svart en svo er náttúrulega allt annað hvernig réttamati á stöðun er. Rétt og ekki rétt.
Já, Hjörvar var hana með mentaðan kaffibólla. Já, teið kannski. Örugglega alveg slatt eftir í þessari skák. Já, við erum búin að hvaða klukkan er 6, núna verður 6:30, byrjum 4, 2,5 tími. Það er ennþá svona, það er ennþá alveg slatta tíma í tímarækið. Þannig að fjörið það svona verður eftir 45 mínútur klukktíma þá fara hluturinn að gera. Bragi leikur lék einhverju á Drottningavík, peði líklegast þá B4 eða hvað. Má sjá. Það skiptir mér að svona B4 ryttar C4 komið og Bragi var að leika A4, já. Bragi tilbreyta kraftið, já. Nú er eiginlega komið svona eitthvað smá dýnamíku stöðuna, svona eins og töluðum áðan sem að hentar átt Braga. Má sjá hérna. Mér finnst nú áhugavert að hleypa sér riddarinn á C4. Hins vegar höfum við alltaf möguleika á að grafa undan honum með riddari E3 sem dæmi. En hvert fyrir svarta drottningin? Þannig að C6 eða B6. Hvert og af hverju? Já, Hjörvar gerir sig kláran. Þeir eru í 20. öðrum leik. Það virkar eins og séum komnir eitthvað lengra. Það eru búin að vera svona eitthvað auðskipti. Þetta er svona erfið stað að tefla, það er ekki alveg ljóst svona hver plönin eru kannski. Ég hugsa að ég myndi leika drótning B6. Einfaldlega því að A5, við viljum alveg fá A5, það gerir volítið held ég. Hann leikur því á. Nú spyrir ég hvort hann ekki að leika drótningu E2 því að kannski leiki annars bara hér og er sáttur. Flegjum þessum kannski hinga. Þetta er svona erfið stað að báða, séð það. Þetta er nákvæmtis
ágætis lýsing á þessu öll saman. Hrókur D að lítið gestana hjá Þresti og honum Alexander. Hrókur E til D8 Series 4. Ég þröstur að segja hann vilji fara dróningun eitthvað annað, sé ekki góð hér og hvað, fara bara eitthvað heim. Hvað svo? Tíminn var svipaður, þetta er voða svona í rólegri kantinum ennþá. Vignir og Guðmundur vantarlega konum við, já, þeir eru konum með þetta endatafl. H5 er alveg fínn leikur hjá Vigni. En breytir svo sem ekki því að sem sagt hvítur og vill eins og þess að þið skiptir bara einu paraflóku og nú leikur hann H3 G4, kemur sem að drastlið og fer í þetta plan hérna, ekki þetta heldur F4 hér og hér og svo kemur þessi loks. Rittarinn hinga, kóngurinn er komin eitthvað upp og hrókurinn á 7. Og það er erfitt fyrir svartana að eiga við þetta. Sjá hvernig Gummi töflur þetta. Og skottust aftur yfir á Hilmi og Héðinn. Héðinn lék E5 já. Ég var svona með data í hug en svo hugsaði ég nú að ég verði ekki mjög sáttur að gefa eftir þennan reit. Sem ég held að sé nú bara örugglega rétt metið hjá mér. Og vandamál fyrir svartan er að þessi reitur er ekkert jafn góður því við getum alltaf hent beiskunum eitthvað frá, til dæmis á E1 og leikið C3. Það er bara spurning að bara gera það bara strax. Já. Ég ætla að taka mér örstutta pásu svona bara aðeins að fá blóðarhreyfingu og fá mér smá vatn. Þannig að við séum einhver orku hérna þegar tíman ekki kemur. Það styttist í það, hérna eru til dæmis í 18 leikjum, 34 myndir hjá Hilmi, 15 myndir hjá Héðni. Það getur farið að, já, getur verið spennandi þar. Þannig að sjáumst fljótlega. Það er með eitthvað hér, nei. Svona.
Þá erum við komin tilbaka. Og við ætlum að skoða skakinu á þresti. Sýnist eitthvað að vera að gera þar. Heldur betur. Þetta er dróning C4. Þá lék Alexander Ritter hann 7. B4 hjá þresti. Þannig að hann ætla greinilega bara að henda þessum Ritter eitthvað út í hafsauga. Drepið á D4 hjá Alexander og D5. Skiptir þessu D-peð fyrir B-peð. En hvítur með tvípeð hérna, þannig að það er spurning hvort þetta sé of dýru verði keypt, af því að við sáum nú til dæmis eftir leika svo dróning C2. Þá virkar þetta nú svona freka þynga. Þá er ekki mikið varnarmenn hjá kringum svarta kónginn. Það myndi ekki sko á leikverði eins og H2 G6 gæti verið leiðilegur. Mögulega er Ritter E5. Já, Ritter E5 gæti verið leikur. Það er reyndar að spurning hvað það. Nei. Það er ekki unni á D4, þá leikum við okkur í mount í 2 leikjum hérna. Það fara F7 ekki með dróning F7. Ritter E5 er þessi leiðilegur. Þessa móni hérna getum ekki drepið út af dróning C7. Þessu er honni, nei það er þennan þetta. Ok. Þetta er reddast, ég mista þessum. Það var kannski betra að vera á H4. Sama er erfitt að valda þetta. Við erum kannski að fara aftur hér eða þetta er D6 eitthvað slíkt. Svo hægt að reynda peðið yfir, en hvítur er með ansi skemmtilegar bætur. Já, það er rólegt live chatið þarna. Það er sko þetta hérna. Uppfæra þessa stöðu á þresti, sjá hvort að það sé búin að leika einhverju. Nei, hann er ennþá að hugsa. Ok. Já, hann líktur C5, já. Það vil halda að valda á sér peði. Og við fyrir með kaupi núna, sem hann eiginlega verður að gera því að rittarinn er onni núna. Þá hungum við á þessum peðum hérna ansi vel. Og vantar góðan reitt fyrir rittarinn, getur reyndið að fara hér. Þá getum við vantarlega ítt hérna. Þetta verðum við að drepa. Og þetta peð er örugglega ytra át að H2 G6. Já. Já, við höfum að sjá hvernig þetta virkar á þesti. Hilmir og Héðinn, já, hann leik hann þessum
Þeir eru hér. Eftir E5, það fór Hilmir beint inn á D5 með þetta er D5. Dronningi fór D7. Og hérna sjáum við akkur þetta getur verið betra ef maður þarf ekki að leika A6, það leikaði ekki því að nú er þetta peð valda. Annars verður þetta gaffall. A5. Rittarinn komin á D4. Þetta drap Hilmir. Drap svo á B6. Dronningi nonni, þannig að dronningi fara B3. Biskup upp á D5. Og þetta drepur hvítur væntanlega með peði. Og svarturinn er valda B6 og hvernig er svo staða? Drondur D5 kemur það líka til greina. Þegar, já, þetta er með peði. Það er kannski erfitt að nýta hennar reitt hérna. Jú, það getur svo sem nýta hann fyrir kaupa á C6 kannski, eitthvað svoleiðis. Það bjóða kaupir allavega. Hann er búinn að leika síns mér, við ættum að fá leikinn. Já, E3 með D5. Fannst hann svona eðlilegri, bæði upp á svona eitthvað vald á reitum og líka bara halda þessari hótun. Þetta er reyndar engin svakalega hótun af því að í stöðunni þá kemur hrókur B og það drefur B2 á móti. Hver er leikiðin? Dronning C7. Eðlilegur leikur. Nú gæti þessi biskup kannski reynt að fara í smá hringferð. Og það má alveg missa hann. Já, spíka mamma sínum með þetta. Plan hjá Hilma að koma upp biskup á C6 kannski, já. Og við megum alveg missa þennan biskup á vörnina því að svartur er ekki með neina. Hann er ekki með neina unit til að ráðast á okkur hérna á hvíturreitunum. Engin hvítreitabiskup, engin riddari. Þannig að biskupum má alveg fara úr vörninni. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona aðeins þægilegra hjá Hilmi. Svo er það Guðmundur. Þessi skák mun alveg taka sinn tíma. En ég væri virkilega glaður að ég fengi að sjá þetta plan sem ég benti á þann. Ef Guðmundur þekki það. Ég hef sýnt hann þetta þannig að það væri gaman að sjá flotta tekník þar. En Bragi og Hjörvar. A4 dronning B6, þá leik Bragi dronning finnur 3. Biskup D6 eins og ég bjóst við. Fyrst að það var ekki pressa á þessu E6 peði. Það eru kaup, nei hann leik okkur G2. Sjáum að vantarlega eitra að drepa þetta peði á F6, þess að gera eitthvað svona. Við höfum skáka H2. Bland annað. Við höfum skáka hér og dreipið til dæmis. Svo geti kjölfæri komið leikur eins og frákar F8 og já, það er ekki dronningi meira að segja af þar. Þannig að hann leik hérna komið G2, bara svona undirbúið sig eitthvað. Dreipið hérna með dronningu og dronning D6. Endatafli líklega aðeins betra svartan. Hann dreipur á D6, sem dreipur með kóng, er það ekki? Því riddari finn á C4. Gerir það. Fá leikina það svona, já, 5-10 svona, 5-10 sekundna. Beðið yfirleitt til leikina. Þetta er uppfært með hérna
Það er svona FTP forritið með jöfnu millibili. Já, auðvitað. Ok, svona. Já, ég held að þetta sé aðeins betra því að eiginlega er svolítið svipað hjá Þresti í gerð sko, því við getum hótað hérna aðeins að úðvikla okkur á miðborðinu. En ég hugsaði svona objektíft að setja nú jafnteflislegt. Jafnteflislegt en tækisvart. Já. En nú ætti kannski ekki alveg strax sem þetta fer að koma hjá okkur með hérna með tíman. Bragi á hérna 11 mínútur á 14 leiki. ...24 mínútur hjá Hjörvari. Sjáum kannski aðeins tíma núna í skákólum, ég ætla að fara aðeins yfir það. Þröstur gegn Alexander, það eru 18-18. Og efterdráttning C5. Og drap Alexander á C5, drepið. Og leikreitur F6. Sem eru fýll leikur örugglega, D6. C-drepið D6, C-drepið D6. Þetta er kannski allt saman að sleppa bara hjá Alexander. 2,5 árin að herja þetta peði. Og kannski bara ágætlega vel við unna hérna. Já, það verði einhver jafntefli hérna í dag, ég er nokkuð viss um það. En náttúrulega komin ein sigurskák, Hannes vann á móti Símon. Tíminn hjá Guðmundi gegn Vigni, 8 mínútur Guðmundur gegn 25 hjá Vigni. Vigni leikur hann Hannes 4. Sem svo sem breytir ekki miklu. Kaupin á G3 breytir eiginlega engu. Og svartur einmitt hérna Þetta er ekki bara leikið kóng og getur, hóttu ekki reyndar B4 í þessu stöðu. Ekki það, maður sjá það ekki enn. Já. En ég held að hvítur eigi, já spurning hvort hvítur eigi að halda. Alltaf hann þarf að skipta upp á einu bara hrókun til að fara í þetta plan sem við ætlum að sem skoðum á hann. Svo getur vel verið að sé eitthvað
eitthvað vitið ég halda báðum, maður samt sér ekki alveg. Það tekur svo mikið tíma að koma öllu hérna á 7. og setja riddarann þar sem hann hótar einhverju. Biskupinn stendur vel hérna eins og og dóminir riddarann, svo að segjum. Og þetta var annar riddur sem að stjórna mikið af riddaraleikjum líka. Svartur vill skipta upp. Það vill skipta upp biskupinn fyrir riddarann. Þá vorum við eiginlega með líka sér að póka í alltaf svona. Þá var það orðið ansið líklegt. Þeir eru 14 leiki eftir en staðan svona frekar innfyllt, þannig að tímapressa kannski ekki að hafa að fara mikil áhrif á Guðmundina. Þannig að skottumst aftur á Hilmi gegn Hjeðni. Hilmi lék biskup F1. Heillar þess að planið að koma biskupnum á C6. Hrókur D til A8 og hann hafnar kaupunum með hrókur A til B. Og þá spyr maður sig hvað þessi hrókar að gera hérna á A-línunni, það ekkert að frétta. Hrókur A B kannski svolítið sniðugur leikur bara. Biskupinn kemur næst að C6. Hvítur getur farið að reyna að gera eitthvað á E-línunni. Tvöfalda á E-línunni. Kóngur G2, H4, svona auðvitað leikir. Og svartur eiginlega ekki með neitt mótspil. Þannig að ég myndi segja að þetta klárlega aðeins betra hvítt, en það erfitt að finna plan til að gera eitthvað. Þú veist, við getum að leikið eitthvað svona leik og eins og ég sagði, þú veist, kóngur G2 og reynda tvöfalda hrókana og eitthvað svoleiðis. H4, menn svartur svara bara með H5 og við erum ekkert að komast neitt auðvitað í gegn. Biskup á F6 valdar allt hérna. Svartur gerir samanleikur, biskup á F6, kóngur G7. Þannig að það verður erfitt að komast eitthvað áfram. Það er klárlega betra hvítt, þannig kemur biskupinn inn á C6 eftir biskup F6 sem mitt mjög lógískur leikur. Og svartur verður að halda hróknum ykkur starf hérna á 8. riddarið. Það er engin lógík í að setja hann á A6 eða A7, ekkert verkefni þar, hann fer að B8. Hérna finnst manni, já, eitthvað svona leikur gæti byrjað á þessum með þessum. Þetta er svona leikir sem menn leika, svona kramleikleikir einhverjir, en þegar við erum búin að því, þá er spurningin, hvað svo? All dressed up, but where to go? Þannig að þetta getur jafntefli. Bragi leikina eftir kaupin, hann leikar hrókur H1. Bauð upp á frekari kaup. Hér var hafnaði, sett á G-peði. Kóngur F3, svona síkir leppur. Nú gætu við reynt að koma heim hróknum. Gætu verið stoppa bara hérna einhverja pressu á 7, svo getur við doblað. Við gætu líka komið þessum betur fyrir, skáka og setja hann á E4. Setja hinn hrókinn á C8. Þetta er nú eitthvað aðeins betra svartan en þá. Hvítið þarf að vanda sig, en ef hann að stoppa allt þá myndi ég segja að jafntefli ætti að vera næstu grösum. Þetta er allt svolítið með kyrrum kjörum svona í augnablikinu. Held að Þröstur hafi eitthvað mist þráðinn hann að ég kíkti aðeins á tölvuapparatinn eftir þetta var hann sem B4 og hún sagði að þetta var mun betra hvítan. En hann virðist ekki að hafa fundið svona alveg besta framhaldið í þessu.
Þröstu fer nú örugglega bara að henda í eitt hérna. Svo ég sletti nú patentið sko. Þrölla jafnteflisboð. Hann tímasetur oft jafnteflisboð mjög vel á móti Steigari. Svona þegar ég ekki með neitt en þú ert ekki komið nógu mikið sjálfur til að þóra að halda áfram og hann yfirleitt byggjur þetta svona akkurat á þessum tímapunkti þegar átt kannski 15 mínútur eftir og svo eyðir 5 mínútum í eitthvað að skoða stöðun og ætlar að hérna eftir að samfæraði að tefla stöðun áfram og þá sér við hvað eða miklu tíma og svo endar á að taka búinu bara en kannast við þetta Jón Viktor Björn og fleiri Já Já, svona fyrir eitthvað þurr staða. Það ég átti mikið á eiginlega hvar svona hvar skemmtilega þessi staðan er. Hjörvar hugsa ennþá. Piði fyrir H3, já. Áhugavert. Ég er ekki sem það sé eitthvað sem mikið vona brauð. En Vignir er að reyna að ná sér í mótspil, sko. Hvernig fór hann á? Google G2, við sjáum það ekki, hérna. H3, já. Google F3. Biskup C3 af því að hann var Róni, Axels tók það reyndar B4 og Biskup Róni. Þá ætla hann ekki að hleypa hann hérna inn, leikur Hrókur D1, Hrókur C8, þetta er B4. Ég sagði áðan að hann Svartur vildi helst skipta upp á þessum, Biskup fyrir hennar riddara. En það eina sem breyst er að ef að svarta peði væri H5 núna þá myndum við bara drepa strax og ég heldur getum bara tekið sér í hendur. En núna þetta peð H3, er það ekki svolítið veikleiki? Er þetta ekki svolítið vitlaust plan hjá Vigni ef að hann næri ekki að fá mótspil? Er þá ekki Hvíti bara að fara að sækja þetta peð? Þá var hann 2 peðmyndir. Þá hefur það nú breyst töluvert. Já, ég held að ég hef verið að leika svo leik, ekki þeir. Skulum fá þetta aftur. Þetta er staðan. Þröstu var að leika hérna, þetta er D4. Hérna verður vantanlega eitthvað kaup. Má ekki drepa á D6 út að þetta er F5 rúmskur. Og það reddast hérna. Drepið. Úps. Já, drepið bara aftur. En þótt að myndi drepa hér á F4 þá getum við annarkvæmt skákað með riddarinn með að líka í Hrókur hér. Það kemur ekki óvart að riddar D4 hafi komið með jafnteflisboði. Getur Hvíti gert eitthvað eftir kaup og Hrókur 8, 7, 2. Það hefur Vigni vantarlega. Já, ég held að hann geti alveg gert eitthvað sko. Drepið. Þá völdum við bara hérna, hljóttum að þau þurfa að gera það. Þá hóttum við að vinna þetta peð. G5 virkar svona nokkuð þynga. Stoppa þetta.
En þá getum við líklega leikið G4 og hótunin er einfallega að leika hér og hér og svo bara litli fíni göngutúrinn. Það er alltaf að vanleita hvítum. Eða bara út á þessu peði. Þetta var að spurning hvort það hafi verið mistök. Ég ætla aðeins að draga fyrir hérna. Sólin er leiðileg. Setjum bara á kerur hérna með. Bragi var að leika hérna þetta er 3. Bragi 5 mínútur eftir. Það er ennþá allir leikir í að þau ná tímavörkunum. Sýnist þetta er D2 hafi verið leikurinn hérna hjá Hjörvari. Kóngurinn hefur vantanlega 1-2 og já, fyrir var ég 4. Myndi halda það. Mögulega þetta er B3, býtum við. Mögulega þetta er B3, þess að kóngurinn er skemmtilega rauður hérna því að hann er skák. Hér. Af því að ef við leikum okkur D, þá drepum við hér og svo D4, menn sem er skák. Þannig að eftir þetta er B3 þá þarf hvítur að skjóta inn í að drepa á H8. Það var G2. Það var kannski þess ekki erfiður að því að við getum dreifð með kóng hérna. En svartur er með smá svona príl og pota því að hann getur farið inn á C-línunni. The C-file. Hér er tókst tíma að kíkja eitthvað annað. Hlutunum getur fara að gera straðar hérna. Ég spáði þrjálega, það spáði hér, það verðist ekki að koma með þá. Það getur valda, það getur líka eitthvað svona leikur eins og F3 þá náttúrulega ertu bara að heila bjóða jafntefli. Svartur drepur við skákum og drepur þetta. Frekar þurr staða. Guðmundur, Vignir. Hvað er að gerast hér? Leikar okkur A4, rittar að fara D5, biskup E5 og rittar F4. Þá þarf hann að taka þessu típ eða hann dreipur F4.
Ég held að svartur hljóta eiga trefböður núna. Það því með tvípeð þá svo miklu erfiðara að búa til frípeð. Meira að segja ég tefnir þetta passíft, bara eitthvað svona. Byrjum á að stoppa hvítan í að fara á 7. Segjum svona. Er þetta ekki svona ágætlega safe? Hjá Vigni eða hvað? Það náttúrulega reyndar alltaf í einhverjum stöðum F5 sem þurfum að passa. Eitthvað F5 break. Nei, hvítur á örugglega fína praktiska sensa í þessu. Ég getur notað þetta peð til að leggja F5 upp til hann. Hrókur hér F5. Og svartur er svolítið bundin við þetta hérna. Þetta H3 gæti hafa verið mistök. Sýnist hann hafa reyndar að leggja G5 hérna. Hann Vignir. G5. Og ætlum við verðum ekki að skáka því annars segjum að fara aftur hér. Þá kemur G4, svo kemur skákin hér. Svo fyrir ekki hér og svo tvöföldu við og læti. Og það verður læti, læti. Eitthvað svona. Það er best að hafa hana kóng, ég veit það ekki. Segjum svona. Og ekki lefa G4. Ef við dreipar hér, þá ætla ég að lega hér og hér. And claim to be better. I'm a pawn up. It's better, yes. Herra, Hilmir og hér. Hvað er að gerast þar? Þeir eru komin í 34 leiki, þannig að tímarækið er eiginlega svona. Tekur á allan tala það. Hrókur 1, kongur G7, hrókur 1-4, B5, hrókur B til E1, B4, kongur G2, hrókur C5. Já, hann fann allavega einhverja leið hérna til að vera með smá mótspil. Þetta var nú sniðið til hann. Hrókur 1, E2 og valda beisinn. H6, H4, H5. Það er reynda mjög hilmislegt á einhverjum tímapunkti að fara í það að leika G4 og reyna að brjóta sig í gegn. Og kannski alls ekkert vitlaust sko. Þannig að það er ekkert sem kemur óvart. Ég held að þetta sé fræðilega betra hjá hvítum en kannski lítið hægt að gera við það. Föstudagur. Þannig var þess ekki pizza föstudagum. Ekki Dominos.
Já, leiðum við aðeins, þetta er smá pásu hérna. Leiðum við hugsa málin. Jæja, áfram gakk. Áfram gakk, svo er drottning D3. Smá tíma er ekkert alvarlegt, við erum komin í 35 leiki. Héðan þarf að finna 6 leiki, hefur til þess 6 mínútur. Auk fyrir 80 sekúndar hvern leik, þannig að það hefur raun og veru 9 mínútur. Þetta ekki að lendi í teljandi vandræði með það. B3, já, ok. Athyglisvert. Hér er það spurning hvort að hvítur hérna, bökkum aðeins. Svo hér drottning B4 er náttúrulega engin leikur. Spurning hvort það er eitthvað að reyna að stoppa þetta mótspil, sko. Kannski drottning D3 strax, ég veit ekki, það er alltaf kostur og gallar. Drottning D3 og B4. Það stoppar að hrókur C5, hleyfir B-penn ekki stað. Veikir á móti C3 reytin. Það er spurning hvað hann hefði átt að hleypa honum hann að stað, sko. Þetta er mjög vel telt hjá hérna að mann finnst eins og hann var að þjást einhvern veginn, en svo kemur hann að B3. Þá er allir komið hörku spil, af því að nú erum við með valda frípeð. Það var að vera að kaupa inn á B og C-peð, ef við dreifum á B3, þá er hægt að leika hérna drottning B6, sækja þessu, þá er komið target hérna og frípeð. Nei, það mátti líklega ekki færa strax, eins og Evrópumeistarinn segir, þetta ávaxna peð á B3, sko, þetta býða aðeins.
kannski reyna eitthvað svona föndra þess með kallana, kannski setja hrókinn hér bara til að valda hérna einhverja framar á sér. Það veit ekki hvernig bestur að gera það samt sko. Þetta er virkilega vel telt hjá henni. Við sjáum hvað aðrir að gera hérna. Við fáum stöðina, hún er svona, B3. Og ég held að tablið sé að snúast. Hérna er að fá hérna mjög hættulega mögulega. Það verður mjög sterkt fyrir hann að byrja 2-2 á móti Vigni og Hilmi, hættulegum ungu skákmönnum sem er í góðu formi, búin að vera að tefla mikið. Sjáum hvað er að gerast í öðrum skákum. Hvað er Guðmundur að gera á móti Vigni. Hann fór í þetta, riddari H5 skák, kongur F8 G4, drepa á H2, hrókur H1 og verður nú náttúrulega að drepa á H3. Það er þessi. Já, smá galla á þessu, það er kannski hægt að leika öðrum hverju róknum á fyrstu reytarið. Við komum þessum ekkert alveg strax út. Og kjölfara á því þá var þessi biskupa eins og ég tala svolítið að dóminera þessa reytir sem riddari kemst á. Þannig að nú held ég að við eigum að skipta upp. Nú held ég að við eigum að skipta upp. Og svo var ég nokkuð að klúra hérna. Held ekki, ok. Þröstur Alexander, er það eitthvað að skýrast? Þröstur leik F3. Alexander draf ekki að D6. Leikið einfallega kongur F7 sem hóttar að drepa D6. Og kongur E6, þetta getur í jafntefli núna skák, kongur F7 og svo tilbaka. Fyrir við brá hér og fylgjum sér jafnframt með. Þröstur og Alexander eru þarna. Næsta skák á bakvið, hún geti klárað fljótlega. Hér hafa voru hrókakaupir, svona sjá hvernig þetta kom upp hjá þeim. Hér var riddari B3, það eru kaupin hérna. Hrókur D1, hrókur C8. Og hrókur C7 hjá Braga sem að þvingar heila kaupin. Riddari C2. Riddari D3. Hvað er þetta að gera? Eitthvað kýtlana? Nei. Kongur F3, E5. Reynir að nýta þennan peða meiri hluta á miðborðinu. En ég var erfitt með að ímynda mér að það sé hægt að búa til mikið hérna. Hvítur hlýtur bara mega leika kongur E3 og líklega stutt í jafntefli. Probably not too far away from a draw here. Yes, yes. Splendid. Já, mér sýnist að takast í hendur hann Þröstur og Alexander. Fínn punktur í Alexander, hálfur punktur. Þeir einfallega endurtaka hér að Alexander leikur kongur E6 og hótar að drepa peði. Hvítur áður en ekkert betur heldur en að hreykja konginn tilbaka og svo þarf hann að valda peðið aftur, þannig að þetta er bara þráleikur. Líklegt að Þröstur hafi átt góða sénsa hér. Hann leikur hann C5. En líklega hefði hann hér átt að nýta sér svona
fáa varnamenn hjá svörtum, halda drottningunum inn á, drepa svo G6 og svart vinnur eitthvað peð en vörnin mjög erfið. Drottning C5 virðist hins vegar hafa einfalda tafli full mikið, þannig að hann slapp hana. Við förum aftur í Braga og Hjörvar. Kóngurinn komin að E3. Bragi er alveg að falla en hann er náttúrulega bara eftir að leika einu leiki viðbót, þannig að það ætti að sleppa til. Þetta er í E6 sýnist mér hjá Hjörvari. Menn tala oft þumalputtareglu í riddarendatöflum að þau eru eins og peðsendatöflum. Ef peðsendatöflur er jafntefli þá er riddarendatöfli jafntefli. Svartum má alltaf aldrei, segjum bara við leikum einhverju leik eins og F3. Svartum má aldrei fara í þessi kaup hérna. Þá vorum við með peðsendatöfla sem hvítir með fjarlægum frelsingja. Getur ekki F4 G5. Fórnar svo svart verður að ná í þetta G-peð og meðan þá förum við inn með kónginn og förum að hlaðbarðið. Sjáum hverja leik, þarf að endur þess að hérna þegar ég ræri stöðinni. Finnur 3, hann leik Finnur 3, já. Býður Hjörvar upp á að fara í tapa peðsendatafl eða hann er í einhvers konar gjafastuði. En nú held ég að Alexander þurfa að bíða að spilja hvað Símon gerði það, því að eins og við nefndum á hann og Björn bent á að þeir eru í raun 5 á sama bíl í bæinn, landsbílum. Símon er löngu búinn. Sjáum hérna Vigni og Guðmund, eða Guðmund og Vigni. Hvað er búið að gerast hér? Skoðum þetta hérna aðeins, G4 voru enda þessa stöðu áðan. Hann drapa H3, hrókur C4, hrókur B5, F5. Vignir að finna leiðir hérna til að fá skemmtilegt mótspil, en biskupinn er ennþá onni og eftir að við G4 svara með kongur G2 og það biskupinn að hörfa ekkert, það fyrir að C7 og Guðmundur er bara G5. Og Guður með frípeð á E-línunni og spurning hvort það geti eitthvað sótt á þetta G-peð. Þetta G-peð er náttúrulega sérstaklega skemmtilegt fyrir svartan. Getum við ekki bara að fara í einhvers konar ferðalag? Þetta er G3, E2 og svo jafnvel bara D4. Svo eru líka konar möguleika núna á að kóngurinn verður svolítið berskjaldaður. Mér finnst Hagur Guðmundar, ég höfðu ennkast hér, klárlega. Og hann er búinn að ná hérna, það eru komin leikir hérna, hrókur G5, hrókur C2 og hann lék hrókur H4. Sem að geti verið afleikur vegna þess að svarta getur kannski drepið á F2 í stöðunni og leikir G3 skák og hann gerir það. Mér sýnir það að tryggja jafntefli. Við förum kannski á einhverja ummyndavél þannig að við sjáum ef Guðmundur er að fara frá borðinu, hann sér ekki eins og leikinn. Það verður gaman að sjá, má sjá hvað sjáum við best. Hvað sjáum við best hérna hinum megin.
Já, þetta er eitthvað klúður hjá Guðmundi. Ég held að hafi, ég ætla að bakka aðeins hérna. Við erum að skoða skákina hjá Guðmundi og Vigni. Ég held að hann hafi í einhverju stöðum hérna átt að leika bara H3 og það liggur ekkert á fyrir hvíta. Ég reyndi að mér fannst þetta GP, þetta HP er þetta veikt sko. En það er sama sko, það var óþarfa að gefa það, þú veist, ég held að hvítur eigi bara að fara í þetta plan sem ég talaði með fyrir úr vanvegli síru, það leika bara hér og hér. Þú veist, H3, svo er H5 með G4 og þá hóttum við leika G5. Hann er Guðmundi mættur og er líklega áttast frá því að hann er búinn að klúra þessu. Típist svona 40. leikur, það kostar að eigi ekki tíma, hann á bara 40 sekúndur og leikurinn er hrókur H4. Í líklega vinningsstöðu, ýmsir leikir, hrókur F5, G3 er solid leikur. Þá getur við að fara að leika hrókur H4 næst. En ok, í staðinn að leika hrókur H4 og þá býður hann upp á þetta hérna, hrókur yfir F2, kóngur yfir F2. G3 skák og nú er að koma svona svipuð aðstáð eins og skák Hjörvars og Þrastar í gær að þetta auka peð, það gerir voða lítið eftir rittarðurbi G3 hrókur yfir H4 að svarti biskupin getur alltaf fórnað sér á peði myndar mjög típist þessi skák teflist eitthvað áfram. Guðmundur er svolítið í því. Já, þetta er komið á borðið allt saman. Þannig að þetta stefnir í jafntefli. Já, Þröstur og Alexander var náttúrulega í jafntefli, þá eftir að uppfæra það reyndar. Björn er út að hlusta, þá eftir að uppfæra. Það er allavega ekki komið að lítið þessa jafntefli hjá Þrösti og Alexander. Förum í Hilmi og Héðinn. Þar var Héðinn heldur betur búinn að bæta sína stöðu og nú kom með var með svona drottningavæng sem var svona hálflamaður en nú var að koma með pressu á þetta BP þó auðvitað hann hótaði ekki að drepa valda frípe og mögulega ágætis biskup hérna sem geti kannski unnið þetta peða B2 og meðan þetta var krútlegt en hvað er þetta að gera hvíti geti kannski reynt eitthvað þetta gengur ekki í stöðunni. En ef svartu færi í eitthvað skonar ég segjum bara eitthvað svona drottning D1 og þá vakna upp möguleikar í ákveðnum stöðum að fórna hérna F6 vantarlega því við eigum hérna biskup B8 í lokin drottningi var að B3 og þá geta hann að tekið á D5 með drottningu skák. Þannig að það er alveg sensar að kvikt líka, svartið þarf að passa sig. Ég var líka að spá í að einhver stöðum gæti ég bara leikið hér. Þess vegna var eiginlega að leika drottning D1. Þú veist, ef drottningi fer eitthvað. Það vaknaði þessi sénsstrákur til F6 að líka möguleiki í einhver stöðum segjum bara eitthvað að drottningi sé hér. Getum vissulega dreipið á F6 en ég er að tala eitthvað svona svartir er svona, fullu væri kjær þá getum við dreipið hérna F7 og það má ekki dreipa út á drottningi E7
og var þegar onni hér sko. Þannig að það er eins og svona dýnamíski möguleikar kannski fyrir Hvíta sem að búið gott fyrir Hilmi því hann er ofta ansi góður í svona flækjum. Sýnist þess að Héðinn hafi leikið hérna hrókur eða fyrir ekki D3 og spurning hvort að hrókur refsars gangi upp. Það má náttúrulega ekki drepa tilbaka. Það kemur D4 skák núna. Þessi reytur verður ekki lausa á hann og þetta er bara mát, kongur F4. Þannig eftir hrókur F6 þá verður hann að drepa hérna E2 og þá spurning hvort að hrókur F7 þyngi í jafntefli. Sýnist það bara að gera það sko því að við skákum á E6 og ef við fyrir hér þá náttúrulega bara þráskák hér og ef við fyrir hér þá þráskák hér og hér. Þannig að hrókur F6 sýnist mér þynga í jafntefli í stöðunni. Og þetta er nú eitthvað sem að Hilmir á ekki að missa. Já, Guðmundur teflir þetta ekki áfram hérna en þetta er náttúrulega steindur tefli. En hann er alltaf að reyna eitthvað að nudda svona stöður. Já, Hilmir Freyr á að sjá hrókur F6, það er alveg klart. Ekki nema að sé haldið þeirri tálsýn að hann standi betur í stöðunni. Og vil ég líka kannski hrókur E3 vil ég líka hrókur E3 augnablik. Já, þetta er allt svona komið. Hann draf þetta, þetta endi í jafntefli sem, já, fín úrslit hjá Hilmi. Það hefur kannski vinnið að setja svona aðeins meiri pressu á Héðinn þarna. Sjáum þetta svona, þetta ætti allt saman að klárast núna næstu leikjum.
lítið hægt að gera í þessu. Mjög spennandi. Aðeins einn leikur sem er jafntefli hjá hvítum. Hann verður að finna drottning 1-6. Já, áhörðu, til þess að hann finnur drottning 1-6. Þetta er ótrúlegt. Sko strákinn. Alltaf skrítið þegar menn það er svo sem alltaf að tefla áfram og bara sjá þetta, en ég meina þeir vita báður þetta er þráskák. Já, þeir þoli pitchusmjátt, ég vildi nú ekki, ég vildi nú mjúta svona rétt að mig er að éta sko. Fyrst það er ekki kvartar við, þá bara leyfum við sér rúla. Vil ég ekki bara semja, strákar? Hilmi Freyr svo sem alveg sama, hann þarf að bíða þetta gumma. Þau eru í samfloti í bæinn. Já. Já, ótrúlegt. Þetta endar jafntefli. Ég sá það báðir. Nú er munnpjallan komin á hauguna. Ég óska enn eftir hugmyndum og skýringu á hver tilgangur með þessari pjallu er. Herðu, ok, Vignir og Guðmundur ætti nú endi jafntefli líka. Hvað
þarna kemur jafntefli strax inn, þannig að líklega hafa Þröstur og Alexander ekki sett kóngan á miðborðið. Nú, þetta er alveg svona bökkum aðeins hérna allar leið niður í G3 skák. Þetta var svona lykilstaðan. Afleikur í 40. leik hjá Guðmundi í mjög vænlegu endatabli og Vignir misti ekki af tækifærinu drappinu F2 og H4 og nú er hans eina verkefni bara að fórna þessu biskup fyrir peðið og þá er jafnteflið auðvelt. En Guðmundi teflið tek áfram en jafnteflið er nokkuð einfalt, við bara hendur hróknum hérna og skákum eða leppum. Það er mjög erfitt að lenda í einhverju vandræðum í þessu endatabli. Þannig að þetta á að enda með jafntefli. Hilmir Freyr og hvað sagði ég á? Ég sagði að það hefur verið mikið af jafnteplum. Og nú sýnist bara allar skákinar sem eftir eru allar enda með jafntefli og það þýðir að Hannes er einn næstur með tóninga. Nema Hjörvar ná að töfra fram eitthvað með þessi pesin hérna en það er nú alls óvíst. Massa síðustu leiki hérna eftir F3 hann kongur E7, hann drap á F5 þetta er E til D3 leikum vantilega þetta er D3 núna við erum svona með á hérna strákana svona. Þá þarf, nú leikar þetta C3 já. Ég leika þess ekki, þetta kom hana. Ok, við færum þetta, svo þetta sé rutt. Þetta er C2. Já, 4 jafntefli. Þetta var á mörgu leyti róleg umferð. Fínu stólar sem að keppendur hafa þarna. Hvernig ætli þetta hafi verið? Þetta er ekki alltaf leið. Svartar hafa vandað sig hérna því að ef hvítir nærilega hér og hér þá var hann með unni persentabl. Þannig að vantilega þarf hann komið kóngin hérna. Nú þarf hvítur að passa sig. Af því að hann leika hér, komið G5 er kannski smá leikfæring. Já, ég ætla ekki alveg að afskrifa hérna vinningsmöguleika. Hver er Hermann Müller? Ég held að fáisku. Já, stólarnir. Daði með þetta hreinu. Þetta eru Hermann Müller stólar, ég ætti að googla það. Þetta ætti nú að rétta upp líka. Örlítið sénsar að hvítan kannski. Nei, afsakið svartan. Þá ef það hvítur farið upp til skaupin ef hann kemur kónum hérna til dæmis. Það hvítur að vanda sig.
Já, ég skal eitthvað það segja. Komin upp á stöðum hvort þið getum haft eitthvað viðtöl svona við keppendur. Gerum nú Zoom. Það er alveg hugmynd. Já, þetta var lagleg hróksvókn hjá Hilmi. Nari jafntefli, Alexander Þröstur gerir líka jafntefli. Spurningina hjá Matthías Kjeld. Þetta er allt saman kjörum hérna. Guðmundur og Vignir tefla hér áfram. Svartur á 5 löglega leikir sem halda jafntefli hér. Það er allir leikir sem að leggja ekki af sér liði þeir halda jafntefli. Það veist allir kóngsleikir. Allir kóngsleikir, E7, E8, D8 og C8 og hrókur B7. Við treystum Vigni fullkomlega til að finna einn af þessum leikjum. Það er eina skákin sem er eitthvað líf, eða svona smá líf, það er Bragi og Hjörvar. Kannski leiðum þessu svona aðeins að lifa meðan það er eitthvað smá sens, en ég held við förum bara nokkuð fljótlega að kalla þetta gott. Pítsan má heldur ekki vera köld, sko. Og svona aðeins fljótar að koma inn í hér líka.
Já, þeir eru farnir að ég er búin að endaka leikinu á tvisvar. Ég sé ekki hvernig Svartur á að reyna nokkuð skapaðan hlutina. Það má ekki fara langt með kónginn. Þú veist, í ykkur ævintýraferð á Drottningavæng þá þarf hann kannski að hafa áhyggjur á þessu peði hérna. Ég er alltaf rosalega hissa ef að Svartur myndi vinna þessa skák. Sjáum hérna. Jæja. Hrókur E1. Það er yfirleitt mjög einfalt að halda þessu jafntefli leppina riddara bara og mjög erfitt að gera eitthvað fyrir hvíta. Sjáum aðeins hvernig það kom upp hérna. Svo sé þessu já, Hrókur mætti staðan. Ástæðan fyrir þetta er gott er að riddarinn getur ekkert farið, ekkert skáka og ef kóngurinn fer eitthvað þá skákum við bara, til dæmis kóngur hér, þá kemur bara Hrókur F1 skák og svo framvegis. Það er eiginlega vörnin í þessu svona tiltölulega létt. Leikin er Hrókur H7 syns mér. Kóngur G8. Vantar að Hrókur eitthvað yfir og kóngur F8 aftur. Og þetta virðist vera nokkuð svona óumflýjanlegt allt saman. Hérna reynir hann að skipta einhvern veginn með hlið. Samt ekki alveg veist hvað hann er að reyna. Hér er ýmsir góðir leikir. Nú farið eitthvað hingað að byrja að skáka af því að þú veist ef hann er að reyna að ná okkur niður á línu núna. Getur líka leikið hér og verið bara svona reynt að dorma killinn til að byrja með. Það er mjög erfitt að búa eitthvað til hérna þannig að þetta enda jafntefli. Og fyndi að við Gauti töluðum með þetta endatafl í fyrsta förinni. Þá hafði hann lent í því að fá Helgi Margeir í þessu endatafli. Og Gauti reyndi ekki einu svona að tefla áfram því að daginn áður þá hafði Margeir reynt að vinna það sjálfur móti Helga. Eða öfugt. Annarkvort, ég man það ekki. Já. En hvað segja Bragi Hjörvar? Eru þeir hættir að reyna eitthvað? Já, ég held að já, við getum beðið aðeins bara, leiðum við svona aðeins að lifa. Kannski leiðum við bara að klára, það ætti nú ekki að taka langa tíma. Þá er henni kvöldum þetta gott.
Já, við rjúum þessu þögn til að dásta skemmtilegur leikja Braga hérna Riddari D4 beint onni en þetta má sjálfsög ekki taka því að það fáið 2 samstæða frelsingja og vinnum þessa skák væntanlega og það er ekki hægt að skjóta inn í neinum svona skákum að því að við erum alltaf að taka G2 Riddarinn er að fara eitthvað núna og getur tekið G2 að því við erum inn í ferningnum og það er auðvitað best einmitt bara alltaf að sjá fyrir sér þessa ör hérna eða pílan, örinn sem flestir sterkir skápnir nota til að sjá the square of the pawn eða ferningin þannig að Riddarinn er að fara tilbaka hérna ef hann var að skáka og þá þurftum við að ágjöra því hvort að hann getur skákað hér og tekið þetta og þá erum við á móti hérna að skáka hér og taka þetta þannig að líklega skemmir kóngurinn bara aftur og við myndum að endurtaka þetta allt saman þannig að ef Hjörvar vill hætta þessu og þynga fram jafntefli þá leikur hann bara Riddari G2 og við getum hætt þessu Da-la-la-la. Jú, rétt hérna aðtöðsend sem ég sá ekki á hann hrókur Riddari hrók er mjög létt en hrókur og biskupum út af hrók getur hins vegar verið hans erfitt hérna var leikurinn að koma út í 7 þetta var vatsan með enda á fassaran hátt myndi með þér halda kíkjum aðeins á Guðmund og Vigni vantarlega lítið gerst þar Riddari F7 hann er svona að reyna að komast ég er á svartur mjög skemmtilega leik ef hann vill vera kúlisti leika hér Treypi Pat og raunar getur hann eldan eitthvað aðeins til dæmis hér kongur F8 myndi strax þvinga jafntefli til dæmis kongur hér við getum líklega bara haldið áfram hér getum haldið áfram hérna ja, nú dreipur náttúrulega hérna gæja já, hrókur F6 svona skemmtilegur það er besta leiðin til að þvinga jafntefli ætli Vigni að sé það já, Vigni er svo taktískur strákurinn sko, hann er taktískur sko hann er ekkert að missa svona sko þetta er skemmtilegt ég ætla að setja vekka með gaman að sjá það og klára hana hvað sjá að betur hér eða sjá hann þokkar það hana já, bara þannig að það sé hreinu að stöðumyndi sem við erum að sjá er hjá Guðmundi og Vigni sem eru þarna fjær í mynd bara ég Hjörvar eru svo sett nær okkur en þetta er skemmtilegt hjá Vigni hann er hann að tveimur hansi skemmtilegum fléttuleikjum hann að hrókur bara eftir þetta er svona fréttablaðsleikir Gunnar Björnsson þú ert að fylgjast með hrókur bara eftir hjá Vigni
og Ruger F6 skemmtilegir. Það séu Símon Lappin, hann greinlega búinn að hanga hana á Selfossi frá því hann tapaði skákinu á móti Hannesi sem orðið ansi langt síðan. Við erum búin að vera í loftinu hérna í 3 tíma og hann tapaði nú tiltölulega fljótt. Guðmundur drap á E6 og fá það er patt! Hann patta hann! Þetta er ótrúlegt! Hann er búinn að patta mannin! Það er ekki átt sem sjá þetta! Einmitt, hjóla vakið í stólinu sko, það er yfirleitt gefur þetta kynna. Sjáum að hérðan frá, þeir eru byrja að ræða upp, þetta er jafntefli. Guðmundur hlýtur að naga sig í handarbökin, 40. leikurinn var dýrkeyptur, þannig að kosta á fléttu sem einfaldaði tafli verulega. Er þetta Stefán Pétursson, mér sýnist það. Herri, við skulum skipta hérna þessar skákur loki, skemmtilegu lokarhnykkur hjá Vika. Það var bara Bragi Hjörvar eftir. Báðum með frelsingja en kannski erfitt að nýta þá eitthvað. Sem dæmi þá getum við ekki leikið D4 á svart út af riddara D4. Riddara getur farið bara aftur það sem hann var og fengið peði kaupæti. Þannig að það er ekki inn í myndinni. Ég hugsa nú að Hjörvar nægi sér líka í handarbökin að ég segi aðeins að hafa aðeins fengið vinning á móti Þresti og Braga. Ég held að það sé eiginlega lágmark fyrir skákmenn af styrkleikanum hans Hjörvars. Þegar hann teflir svona, einhver 100 stig niður fyrir sig. Það ég held að ef þú ætlar að vinna titilinn þá er eiginlega held ég að það þurfti að ná 1,5 hana og hann átti að ná vinninum í gær móti Þresti og hann var með mjög vanlegt tafl lengst af í þessara skák líka en einfaldlega náði ekki að nýta sér það. Það gæti orðið dýrkeypt í lokastöðunni, það hafi ekki náð að setja nægilega pressu í báða skákunum til að fá eitthvað. Segi ég, en þetta er náttúrulega ekki alveg búið. Það gæti reynt eitthvað smá svona, ég veit ekki, B6 A5, reyna að sjá hvort við getum haft eitthvað veikleika hér og riddari C5. Það reyna eitthvað en 23 metrar Hjörvar 11 Braga. Það er þess að skjóta frá.
Rennar? Já, fyrir rennar. Það leik BSS, ok, það er kannski eitthvað træ. Einhvers konar tilraun. Já, þetta er voðalega rólegt allt saman. Já, ýmsir sem að naga sig í handabak þessari ferð. Og þá er það bara Símon sem á eftir að komast á blað. Allir komnir á blað. Ja, bara ég þannig aðeins að hugsa kannski. Þetta er ekkert alveg búið. Og þetta sé nú ætti að vera steindautt, en ok, ég meina við borðið og þegar maður hafa ykkur ágjur A5 og hann ætlar að reyna að ná svo A4-piði þannig bregðast einhvern veginn við því. Spurning hvernig að gera það reyndar. Svo kongur á D3 kannski ekki sérstakur, en hann má hins vegar ekki fara á langt. Ef við fyrir hér þá það er kannski komin á langt frá þessu piði og þá þurftu að valda frá H4 ef við farum hér. Þetta er H4 sem er frekar klaufalegt. Very clumsy. Getur hann leika hann A5 sjálfur. Þá allavega er hann ekki vandræði með píða á A4. Þannig að þetta var kannski ekkert svo vitlaust. Alls ekkert svo vitlaust. Mikilvægt fyrir hvítan að þessi riddari er hérna á F5. Annars var þessi framrás kongnum óþægileg, en núna eigum við eftir kongur C6 og eigum við riddari þessu skák sem þvingar kongur hér og svo fyrir við aftur tilbaka á F5 og endur tökum stöðuna.
Hjörvar drepur A5. Ég skil ekki alveg okkur Bragi ekki búinn að drepa tilbaka. Ég reyna að skilja ekki af hverju sjáum ekki. Það er eins og Hjörvar eigi leik. Samkvæmt útsendingu Bragi samt að hugsa. Það er bara að hugsa sinni í 4 mínútur. Hann hlýtur að drepa A5. Þetta er ekki eitthvað skrítið. Já, Evrópumeistari segir að Peðið sé að falla. En að samanskapið það kemur ekki annan leikur til greina. Þú veist, hann ekki að fara að leika B5, þá Peðið ennþá veikt og búin að gefa frípeð. Það var komið 2 frípeð. Það er óþarri. Kannski smá séns, okkur segjum að dreifum hérna og prófum alltaf þetta peð. Gæti sett á Asas líka núna. Ok, reynum að finna hvort það sé eitthvað leið til að bara tapa þessu. Já, nú til dæmis getur Rittari komið tilbaka jafnvel. Það er skákað F4.
Þessi dýrflötu var smá svona kannski glöfulegur. Það er samt spurning meiri svo þóttu töfum þessu peði sko, þá hlýtur að vera ansi stutt í jafntefli. Já. Já, ég er svona við það að fara ég hef ekki að veta á leið þessu bara spilast út hérna. En það er alveg komið leikur, akkur fæ ég hann ekki. Jú, Pétur bara afinn Kongur C6, já, það er komið. Kongur C6, þá kemur þetta Dresju, eða ekki? Dresju Kongur C5, já. Já, það, nú er náttúrulega ekki lengur peð á B4 til að valda C5 reyti. Já, það var eitthvað smá högt annað greinlega á uppfærsluna því að tíminn með Braga fór núna í 7 mínútur og var að koma niður ekki neitt en aðan sko. Leikur enga sigur í Dresju. Þá býst ég við að hann leiki í Kongur C5. Ætlar að hafa leikar í nei. Gæti það nú samt Kongur C5 í G6, setja bara út á EP. Kongur D6 þetta H4. Kemur kannski til greina líka að íta peðinu bara. Vegna þess að þetta C7 þá get ég núna að fara að íta peðinu. Hérna, þá kemur aftur tilbaka, þá má ég leika G6, það er að valda hjá mér. Það kvittur með mótspil. Þetta lítur hann að ég jafntefli sko, en já, ég er svona ég er alltaf kortur í að fara að hætta þess en svona, kannski eitthvað smá séns. Já, praktíski sénsar, má segja, já, það er, má segja það. Örlitlir praktíski sénsar í þessu öllu saman. Og hér er hann alveg 16 mínútur eftir sko. Það liggur A6. Það mætti halda að vera stórmeistari í drengunum. Já, þetta líka þýðir það að Kongur D6 er ekki lengur í boði, þetta er C8 hér. Hverju á svartur akkurat að leika hérna? Það reyna eitthvað. Það er aldrei boðið að tapa þessu DP fyrir AP því að fellur hætti kjölfæri líka.
Hvað segir það? Riddar F4 og svo kongur B6. Ok, Riddar F4 skák, kongur C ríð vantanlega, eða hvað? Þessi betri að vera E3. Ég meina, við erum líka með frípesk, sko. Frípesk. Þetta er ekki bara alveg svona, ég segi á báða. Þetta er ekki bara jafnteflisk. Af því að þetta er E-pikk G6. Nú er það bara svartur sem að passa sig, sko. Já, formulegt að sjá hverju hér var leikur hérna. Þetta tekur hans góðan tíma. Tekur sér mikið tíma hérna. D4 og riddari já, áðan. Hér, já, hvað var það? Hérna. Og hérna. Eitthvað sjóna, þá getur líka hér. Úps. Hér og fengið þetta. Ja, mér sýnist allir leiðir liggja til jafntefli sér. Segir mér það. Kongur B6 fyrst í hvað stöðu? Riddar F4 vantarlega, hérna. Já, ertu að meina hérna, já, kongur B6 G5 D4. Þessi kemst í hér. E6, G6. Megum við leyfa þetta, það er ekki að hafa tími hennar. Þá spennir hvort ég megi fara hér af því að ég á mjög mikilvægt að skaka á D5. Segir hér. Og jafnvel hef ég tími að íta þessu, sko.
Þetta er allavega áhugavert, þetta er ekkert alveg alltaf þegar ég held þetta sé jafntefli þá einhvern veginn. Já, ég held þetta sé jafntefli, en það er alveg sensar fyrir báða bóa á nokkurt reyna mikið að leika af sig, sko. Alveg komna 10 mínútur hérna umhugsun hjá Hjörvari. Mamma mia, vita bella. Sýnist Hjörvar bara að vera að tæma stöðuna, sko. Hann reiknar og reiknar. Hvað er Hjörvar að hugsa? Hvað er Hjörvar að hugsa? Kókur D.H. Já, það geta það nú bara sami. Hann leikur riddari C8. Drepur P.A. 6 og við getum hætt þessu öllu saman. Já, þetta er að færa út jafntefli. Hjörvar sætti sig við að sé ekkert í stöðunni. Önnur umferðin það sem að hann er með betra miðtafl en nær ekki að klára dæmið. Hvað er við Bragi eiginlega að bíða eftir hérna? Það er ekkert að reikna, auðvitað tekur út þetta asupið. Take it out. Bara 5,5 mínútur eftir. Og hann var vel við unna að ná jafntefli í þessari skák, en það átti mikið á sig. Ég sé bara ekki af hverju þetta hvítur að leika þetta F5. Hann klálega ekki að reyna að vinna. Þetta er C8. D7. Drepið. Þetta er C5 skák. Kóngur E3, drepið A6, F4. GG. Já, ég skil ekki alveg tímaæsluna í þessu 2 leiki. Þetta er C5 skák.
Væntanlega, já ég held að kongur E2 eða kongur E3 skipti ekki máli, kongur E3 leyfir D4 skák, það hafa ekki skipt hann einu. Ég er fallið ólítið að liða eftir til að gera eitthvað. Þannig að þessi skák endar í jafntefli. Ég ætla loksins að kalla það og við erum að segja þetta gott og umferðin hefst klukkan 4 á morgun, afsækja klukkan 2 helgar, 4 aðra daga og við hefum útsendingu svona, já, 1,5 tíma eftir að umferðin byrjar, sem sagt svona 15:30 en ég leyfi þessu bara að lifa hérna meðan skákinu er í gangi en segjum þetta gott, takk fyrir í dag.